Komið sæl. Fyrir hönd Rikk þá býð ég ykkur velkomin á 5. RAB haustmisseris. Ég heiti Agnar Freyr Helgason og fer mér fundarstjórnin í dag. Ég doktor í stjórnmálafræði og starfa nú á rannsókn hérna við Háskóla Íslands sem fjallar áhrif efnahagshrunsins og lífskjör almennings í Evrópu. Þemað hjá Rikk í haust kynbundið ofbeldi og verða áhrif þess á heilsufar skoðuð í innlendu og alþjóðlegu samhengi. Sjálfsmynd þolenda og gerenda verða einnig viðfang fyrirlestra og birtingarmyndir ofbeldis í miðalda bókmenntum. Í dag þá flytur Sigrún Ólafsdóttir fyrirlesturinn Kynjuð samfélög, áhrif á heilsu karla og kvenna í alþjóðlegum samanburði. Sigrún lauk doktorsprófi í félagsfræði frá Indiana-háskóla í Bandaríkjunum árið 2007 og starfaði við háskólann í Boston í Bandaríkjunum frá 2007 til 2016. Hún nú prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands. Rannsóknir Sigrúnar eru einkum á sviði heilsu félagsfræði en hún hefur einnig beint sjónum sínum að stjórnmálafélagsfræði, menningarfélagsfræði og rannsóknir aðferðum félagsvísinda. Við höfum ágætis tíma í dag, gerum ráð fyrir svona 30 til 40 mínútna innleggi frá Sigrúnu og höfum þá 20 til 30 mínútur fyrir umræður. Gerðu svo vel, Sigrún. Já, takk. Og takk fyrir að bjóða mér að halda fyrirlestur hér og takk fyrir að koma á fyrirlesturinn. Og eins og Agnar minntist á, þá þemað núna hér ofbeldi og minn fyrirlestur kannski passar ekki algjörlega inn í það, þar sem ég ekki beint að skoða ofbeldi, heldur ég að skoða rannsóknir á milli samfélaga, en eins og við ræddum þegar vorum að velta fyrir okkur hvort þetta gæti passa, þá náttúrulega ég að skoða hverjar eru afleiðingar þess að við erum með kynjuð samfélög og kannski sérstaklega með feðraveldið og hvaða áhrif það hefur á sem sagt heilsu karla og kvenna. Ég skal reyna að vera hér, mér líkar mjög illa að standa hér bakvið. Ég veit að það er betra fyrir upptökuna en ég held að það sé verra fyrir mig og fyrir ykkur, þannig að ég mun reyna mitt besta og mér líkar að ganga þegar ég tala, þannig að þetta verður kannski svona svolítið ónáttúrulegt að vera hér, en ég mun reyna mitt besta. En semst eins og ég segi, þá náttúrulega hugsaum við það það í þessu samhengi að þó að við séum kannski ekki beint að tala að sé einhver sem er að beita einhvern annan ofbeldi, þá náttúrulega að sömu leyti að þegar við erum að hugsa samfélög þar sem við erum að ákveðna hópa í samfélaginu sem hafa meiri völd og áhrif, sem að ráða meira okkar útkomur, þá náttúrulega kannski ekki það að hugsa það sem ekki kannski beint ofbeldi en ákveðna svona tegund, það er það sem ég ætla að tala hér í dag. Og þá náttúrulega byrja maður sérstaklega kannski að velta fyrir sér að við náttúrulega erum og höfum verið með þó að hafi mikið breyst á undanförnum árum, þá náttúrulega höfum við verið með í allflestum samfélögum á allflestum tímum það sem við kalla feðraveldi. Og þar erum við náttúrulega að tala kerfi, þar sem að kallar hafa mest völd og í rauninni kannski á öllum sviðum. Hér tökum við sérstaklega fram varðandi stjórnmál, siðferði, félagsmál og eignir. Og þetta gaman í dag að nú erum við nýrar kosningar þar sem að konur eru nánast helmingur á Alþingi Íslendinga, þannig að það er náttúrulega gleðilegt og við höfum náttúrulega séð að þetta mikið að breytast. En náttúrulega þegar við lítum bæði yfir tíma á milli samfélaga, þá náttúrulega sjáum við að það hefur almennt verið þannig að karlar hafa meiri völd og áhrif heldur en konur. Og við náttúrulega sjáum þetta sem að þetta sé almennt ríkjandi í samfélögum, en við auðvitað sjáum þetta líka innan heilbrigðiskerfisins. Hver er að taka ákvarðanir í heilbrigðismálum og hefur gert það yfir tíma. Og náttúrulega við skoðum til dæmis læknastéttina, þá sjáum við þetta náttúrulega líka þar, þó eins og mörgum öðrum sviðum hafi það breyst mikið. En ef við til dæmis skoðum í fortíðinni, ef við skoðum fyrir 30 árum, 40 árum, 50 árum, þá náttúrulega sjáum við að þeir sem höfðu mest völdin varðandi skilgreiningar og hvað í rauninni að sömu leyti var sjúkdómur og ekki sjúkdómur, voru í flestum tilfellum, í flestum samfélögum, hvítir kallar. Þannig eins og hefur náttúrulega til dæmis oft verið talað þá er það kannski engin tilviljun að við höfum verið miklu líklegri til dæmis til að sjúkdómsvæða eitthvað sem hrjáir konur eða einkenni á konum af því að þá náttúrulega kannski að hugsa hvað eðlilegt og við erum nú kannski bara það sjálfhverf að við sjáum oft að það sem eðlilegt eins og við erum. Og ef þú ert með hvíta karla sem að stjórna þessum skilgreiningum, þá kannski hvernig þeir eru það sem verður hið eðlilega. En sem betur fyrir hefur þetta náttúrulega breyst, en þetta svona það sem að
við erum að hugsa varðandi sem sagt þessa tengingu við þessa fyrirlestrar röð hér og hér á eftir minni kannski fara aðeins út fyrir það og tala sérstaklega mínar rannsóknir. Og bara svona til að gefa ykkur aðeins smá bakgrunn á hvernig ég sem sagt kom að því að skoða og hafa áhuga á því sem að ég að skoða, þá þetta svona stærra kannski hluti af ákveðnu rannsóknum sem ég hef verið í að sinna í núna kannski allt of langan tíma. Það svolítið ótrúlegt að sjá hér fyrstu birtinguna fyrir næstu 10 árum, en maður verður nú víst bara að viðurkenna að það sé þannig. En sem sagt í þessu þá hef ég sérstaklega unnið hér með Jason Beckfield sem að við skrifa undir núna hér í desember sem gestaprófessor við Háskóla Íslands, þannig að hann mjög hrifinn af Háskóla Íslands og Íslandi. En sem sagt það sem við höfum verið að skoða og ég hef verið að skoða að velta fyrir mér hvaða áhrif stofnanir, menning og saga hafa á heilsu og heilsuójöfnuð. Og ég byrjaði að hugsa þetta þegar ég flutti til Bandaríkjanna og fór þangað út 1999 og þá náttúrulega hafði ég bara alist upp á Íslandi og hugsaði að það mikill jöfnuður og kannski einhver kynjaójöfnuður, en þetta nú svona bara allt frekar í góðu lagi og ég man ennþá fyrstu önnuna mína þá fór ég að tala hvaða kúrs eða hvaða námskeið ég ætlaði að taka og þá vildi ég tæki lagskiptingu eða stratification og ójöfnuð. Og ég sagði þá, já, ég vil ekki hvort trúa á ójöfnuð, ég ekkert viss að það sé eitthvað sem að skipti verulega miklu máli. En ég þurfti nú ekki að búa lengi í Bandaríkjunum til að komast að því að skipti verulega miklu máli og auðvitað höfum við líka séð með rannsóknum hér á Íslandi að sennilega hefur nú alltaf verið meiri ójöfnuður í íslensku samfélagi heldur en við viljum viðurkenna og sérstaklega jókst hann upp úr 2000 sem náttúrulega svo tími sem að ég flutti út. En þarna fór ég að velta fyrir mér og sérstaklega að skoða kenningar sem hafa verið gerðar af bandarískum félagsfræðingum sem að hugsa að það sé kannski eitthvað þannig sem svo nátengt heilsu og heilsufari að við getum í rauninni talað það sem grundvallar forsendur heilbrigðisójafnaðar eða grundvallar orsakir kannski betra orð hér. Þannig að við verðum að vera að skoða þetta samband og hér var sérstaklega þá verið að gagnrýna til dæmis eins og lýðheilsu og faraldsfræði sem var ofta að líta á að þetta eru bara svona einföld sambönd. Við vitum til dæmis að reykingar hafa slæm áhrif á heilsufar, við vitum að stuðla lungnakrabba, þannig að það sem við þurfum að gera er bara að fá alla til hægt að reykja og þá getum við útrýmt lungnakrabba. En náttúrulega félagsfræðingar vilja sjá þetta kannski aðeins flóknara og velta fyrir sér sérstaklega hér sem að ég skoða í dag af hverju til dæmis það auðveldara fyrir suma einstaklinga að hætta að reykja heldur en aðrar og hvernig tengist það þá sérstaklega stéttastöðu. Og í rauninni þá svona í grunninn eru þeirra hugmyndir, Bruce Link og Joe Phelan sem að hafa staðið fyrir þessu sjónarhorni. Í rauninni eru þær hugmyndir þá, eða svona maður vil segja ná einfaldan hátt, þá myndi þau segja að á meðan við höfum félagslegan ójöfnuð þá munum við hafa ójöfnuð í heilsu. Og þar af leiðandi lítum við á það sem grundvallar orsök ójafnar í heilsu. Við verðum að gera eitthvað varðandi félagslegan ójöfnuð. Og eins og ég sagði þá að þau sérstaklega skoða stéttastöðu, en hér í dag þá mun ég horfa á það út frá kynferði. En ef ég skoða síðan aðeins hvað það sem ég hef gert og hvernig ég byrjaði að hugsa þetta, var að ég náttúrulega trúi því og tel að það sé alveg rétt að á meðan við höfum félagslegan ójöfnuð þá munum við hafa heilsu ójöfnuð, en sem einhver frá Íslandi og búandi í Bandaríkjunum þá fór ég að velta fyrir mér hvort það væri kannski ekki eitthvað við hvað við erum að gera í samfélaginu og þá kannski sérstaklega velferðarkerfinu sem að gæti haft áhrif á hversu stór eða mikil þessi ójöfnuð verður. Þannig að þá náttúrulega kannski verður hugmyndin svo að það þannig að velferðarkerfið geti gert eitthvað til að annarkvort og sérstaklega í þessu tilfelli að draga úr áhrifum þess ójafnaðar sem skapaður innan efnahagslífsins, innan markaðarins. Og þar sjáum við til dæmis hér greinina 2007 sem var svona fyrsta greinin þar sem ég þróaði þessar hugmyndir og sú grein bar saman heilsu í Bandaríkjunum og á Íslandi og það sem hún fann í grundvallaratriðum var að áhrif menntunar og þess að vera fátækur voru þau sömu á heilsu í Bandaríkjunum og á Íslandi
en það sem var munur var varðandi það að vera mjög ríkur. Það var betra fyrir heilsu en að vera mjög ríkur í Bandaríkjunum heldur en á Íslandi, sem náttúrulega við vitum eitthvað bandaríska heilbrigðiskerfið, þá það kannski að sömu leyti augljóst, því að þar náttúrulega eru leiðir fyrir þá sem eru efnameiri að gera eitthvað til að kaupa hluti til að öðlast betra heilsufar. Og það náttúrulega kannski eitthvað sem við sérstaklega þurfum að hugsa hér á Íslandi, þar sem við höfum séð til dæmis núna frumvarp, þar sem í fyrsta skipti sérstaklega sagt að það sé í lagi að fólk geti greitt fyrir betri þjónustu, og við sjáum sem sagt að það stuðlar ójafnaði í heilsu innan Bandaríkjanna. En svo fann ég líka þar að foreldrar og sérstaklega einstæðir foreldrar höfðu betri heilsu á Íslandi, þannig að virðist vera eitthvað varðandi þær sá stefnumótun sem við erum með í fjölskyldumálum sem að hefur áhrif á sem sagt heilsu foreldra. Og síðan þá höfum við verið að velta þessum spurningum fyrir okkur, og þá sérstaklega hvernig við getum hugsað heilsu einstaklinga og ójöfnuð í heilsu innan stærra samfélagslegs samhengis, að velta fyrir okkur hvernig hlutir eins og velferðarkerfið, heilbrigðiskerfið og eins og ég ætla að tala hér dag, að samfélag séu kynjuð á ákveðinn hátt hefur áhrif á heilsu og heilsuójöfnuð. En kannski það sem við sjáum svolítið hér og það sem eru greinarnar sem við höfum skrifað, þá hafa þær verið annars vegar kannski svona meira fræðilegar, að hugsa hvernig þetta samband eða ætti að vera út frá fræðilegum forsendum, og hins vegar kannski svona yfirlitsgreinar að skoða heilsuójöfnuð á milli margra samfélaga. En það sem við erum að gera núna, og ég ætla hér að sýna ykkur aðeins niðurstöðu frá í dag, að byrja að velta virkilega fyrir okkur hvernig við sem einstaklingar og í dag sem konur og kallar verum fyrir áhrifum og heilsu okkar verður fyrir áhrifum, bæði frá því hverjir við erum sem einstaklingar, og hér getum við talað hluti eins og stétt, stöðu, menntun, skoðanir og ýmislegt slíkt, en líka hvernig við sem einstaklingar erum innan ákveðis stærra samfélags og hvernig það hefur áhrif á okkur, hvað samfélagi við búum í, hvernig velferðarkerfi við búum í, hvernig heilbrigðiskerfi við búum í, og sérstaklega hér í dag hvernig sem sagt staða og stétt karla og kvenna innan samfélaga og hvernig það hefur áhrif á heilsu karla og kvenna. Ef við hugsum aðeins kenningarlega bakgrunnin hér og veltum fyrir okkur hvernig þetta hefur áhrif á af hverju velferðarkerfi í rauninni ætti að skipta máli, þá eru náttúrulega endalausar mismunandi leiðir til að skoða hvernig og hvers vegna velferðarkerfi getur skipt máli, en það sem við höfum sérstaklega velt fyrir okkur hér á 3 sviðum, og í rauninni hvernig velferðarkerfið hefur áhrif hugsanlega á heilsu og heilsuójöfnuð í gegnum stjórnmál, og þar höfum við sérlega áhuga á að skoða stefnumótun, til dæmis hvernig við erum að eyða peningum okkur, hversu miklu eytt, og síðan hvers konar stefnumál við erum með. Og náttúrulega það sem skiptir sérlega miklu máli fyrir það sem ég ætla að tala hér á eftir að velta fyrir sig til dæmis hvað við gerum í fjölskyldumálum, hvers konar stuðning við erum með, til dæmis varðandi foreldra. Og hér náttúrulega sjáum við mjög ólíkt, ef við bara aftur tökum dæmi frá Bandaríkjunum og Íslandi, að þó við stundum kannski kvörtum yfir okkar velferðarkerfi og finnst það ekki vera nógu gott, þá getur samt náttúrulega sagt á Íslandi að það einhver verndun sem við höfum nánast frá þeim tíma sem við erum getin þangað til að við deyjum. Og ef við berum þetta saman við Bandaríkin, þá náttúrulega vantar það fyrir mjög marga einstaklinga algjörlega, að þú kannski ert ekki með, þú ert ekki jafnvel með heilbrigðisþjónustu á meðgöngunni, þú ert varla með fæðingarorlof, það fólk sem kannski í þeirri stöðu að það eru 2 vikur sem þeir fá í fæðingarorlof sem ekki greitt en bara hugsa sem frí, og svo geta þau tekið leyfi af læknisástæðum kannski aðeins lengur, og svo náttúrulega kannski ferði í það að borga fyrir skóla, borga fyrir leikskóla, sem að getur verið, til dæmis í Boston þar sem að ég var, þá voru vinir mínir að borga í kringum 250.000 á mánuði í leikskólagjöld. Þannig að við sjáum náttúrulega, þó við kvörtum við veruleikanum á Íslandi, þá þetta mun minni stuðningur við fjölskyldur, og við getum velt fyrir okkur hvernig það hefur áhrif á þá áhyggjur karla og kvenna, á stress þeirra sem að síðan leiðir yfir í heilbrigðisútkomur.
Við hugsa náttúrulega líka efnahagslífið og við vitum það náttúrulega skiptir máli hversu miklu við erum að eyða í ólíka málaflokka og náttúrulega hér líka skoðum við hversu mikil því við vitum það náttúrulega að samfélag þurfa að vera að standa ágætlega efnahagslega til að geta leyft sér að byggja upp velferðarríki ef að það ekki til peningar sem koma einhvers staðar frá og náttúrulega eins og við sjáum hér á Íslandi kannski að miklu hluta til náttúrulega hefur ljósi sögurnar verið frá fiskinum en núna meir og minna frá eða í aukna mæli frá ferðamönnum að þá náttúrulega sjáum við hvernig ákvarðanir teknar þarna og hvernig það síðan hefur áhrif á hvernig samfélag við eigum. En svo kannski svolítið, ef maður hugsar þetta á vissu leyti, þá mjög algengt að það sé verið að skoða velferðarkerfið út frá efnahagslífinu, út frá stjórnmálum, en kannski svona okkar sjónarhorn sem við leggjum til að bæta við mikilvægi menningar og velta upp fyrir okkur hvernig til dæmis þær hugmyndir sem við höfum samfélagið, þær hugmyndir sem við höfum hvernig við eigum að koma fram við aðra, hvers konar rétt við eigum og hér getum við náttúrulega til dæmis hugsað heilbrigðiskerfið að það mjög sterkt í Íslendingum til dæmis að við eigum öll rétt á bestu heilbrigðisþjónustu sem hægt að fá og ég held að þrátt fyrir það sem við sjáum í stefnumótun þá teljum við það og við höfum til dæmis skoðað þetta hér á Íslandi þar sem að þú sérð að það hvergi annars þar í heiminum reyndar í Brasilíu kemur hátt líka en það hvergi þessi tvö lönd eru þau lönd sem eru mest á móti því að þeir efnameiri geti greitt fyrir betri heilbrigðisþjónustu. Þannig að við sjáum að það eitthvað í menningunni hér sem að gera það verkum við sjáum svona þessa skuldbindingu til jöfnuðar og til þess að það sé ekki hægt að nota peningar til að fá ákveðna grunnþjónustur sem við getum hugsað og ef við berum hér aftur saman við Bandaríkin þá oft talað þannig að í flestum Evrópuríkjum þá lítum við á það að það sé réttur okkar að fá heilbrigðisþjónustu á meðan Bandaríkjamenn eru mun líklegri til að hugsa að það sé í rauninni forréttindi að fá heilbrigðisþjónustu. Við höfum líka séð þetta og ég kom inn á það í annarri grein sem með að það til dæmis spurning þar sem spurt hvort vegur meira hjá þér ef þú þarft að velja á milli frelsi einstaklingsins eða jöfnunar. Mun fleiri og mjög hátt hlutfall Íslendinga velja jöfnuð yfir frelsi einstaklinga. Í Bandaríkjunum eru mun líklegri að velja frelsi einstaklinga yfir jöfnuð. Og þá náttúrulega veltum við fyrir okkur síðan hvernig þessi atriði koma saman til að hafa áhrif á heilsu og heilsuójöfnuð. Og það sem ég mun alltaf skoða sérstaklega hér í dag varðandi allt þetta í rauninni bæði hvernig það sem við erum að gera varðandi kynjajöfnuð hefur áhrif en líka að sumu leyti hvernig sú menning sem við höfum, hvernig þær hugmyndir sem við höfum karla og konur, hvort að þær hafi áhrif á heilsufar einstaklinga og karla og kvenna sérstaklega. Svo náttúrulega viljum við spyrja okkur spurningana sem ég svona kannski einhverju leyti búin að svara hér nú þegar en fer aðeins yfir hér að velta fyrir okkur af hverju skiptir velferðarkerfið máli, af hverju myndum við búast við því hvers konar velferðarsamfélagi við lifum í hafi áhrif á bæði heilsu okkar en líka heilsu og jöfnuð. Og hér náttúrulega eins og ég búin að kannski vera að tala þetta hefur áhrif á möguleika einstaklingsins. Og aftur hér bara til að taka dæmi sem ég búin að lýsa þá náttúrulega sjáum við að það gífurlegu munur á því til dæmis hvort það sé séð okkur á einn eða annan hátt af ríkinu frá fæðingu til grafar eða hvort að einstaklingar séu meira látnir bara bjarga sig sjálfur að hugsa þessar grundvallarstoðir og þar náttúrulega sérstaklega að tala til dæmis heilbrigðiskerfið og menntun, hvort að það sé eitthvað sem að ef þú ert nógu ríkur þá getur þú fengið þessa hluti en þú gætir hugsanlega verið þeirri stöðu að eiga ekki mögulega því. Og svo náttúrulega vitum við líka eins og ég hef talað að velferðarkerfið skilgreinir hvernig kerfi við erum með og þar með talið hvernig heilbrigðiskerfið virkar. Og hér oft talað skiptingu á ákveðnum velferðarkerfum þar sem talað lönd eins og Ísland og Norðurlöndin sem sósíaldemókratísk
velferðarkerfi þar sem við sjáum að það mest stefnumótun sem virkar að því að leiðrétta þann ójöfnuð sem að verður innan markaðarins. Við tölum frjálslynt velferðarkerfi sem til dæmis Bandaríkin og þar í rauninni það þannig að það svona preference fyrir því að markaðurinn sjáum alla hluti og ríkið á aðeins að koma inn þegar markaðurinn hefur mistekist. Og svo erum við með svona íhaldssöm velferðarkerfi þar sem við erum með Þýskaland og Frakkland til dæmis þar sem að hefur verið stuðningur við einstaklinga en oft mikið að það kemur í gegnum fjölskyldur og svona opinber félagsleg samtök. Þannig að hvers konar velferðarkerfi við lifum í, hvers konar stefnu við erum með, skiptir máli og náttúrulega það sem ég að skoða hér í dag hvernig það hefur áhrif á heilsu karla og kvenna, hvernig það hefur áhrif á sérstaklega ójöfnuð í heilsu. Þannig að við þá veltum sérstaklega fyrir okkur kyni og af hverju þetta ætti að hafa áhrif á kyn og hvernig það skiptir máli, þá vitum við það að velferðarkerfið mótar möguleika karla og kvenna á ólíkan hátt. Og hér náttúrulega getum við hugsað hver á rétt á ákveðnum hlutum og til dæmis eitt sem að því var að minnast hér á íhaldssöm velferðarkerfi, hluti af því sem ég var að segja, þar oft til dæmis svona viljað að hlutirnir gerist innan fjölskyldunar og þar til dæmis sérðu að mikið af þessum kerfum og Þýskaland kannski var svona dæmi hér þó það hafi margt breyst þar sem að var til dæmis þannig að mjög mikið af því sem þú áttir rétt á var tengt því hvers konar stöðu þú varst með á vinnumarkaði. Og svo varstu með kerfi sem í rauninni hvatti til þess að það væri einn aðilinn af fjölskyldunar á vinnumarkaði og annar aðilinn væri heima. Og þó að þjóðverðarnir hafa oft kannski reynt að segja mér þegar að tala þetta við þeim að þetta ekki tengt kyni, það getur verið annarkvort kallinn eða konan sem að heima með börnin og hvort sem það getur verið á vinnumarkaði, þá náttúrulega vitum við það að í flestum tilfellum það þannig að karlinn var á vinnumarkaði og konan var heima með börnin. Og svo sérðu sem sagt þau réttindi sem þau eiga sem mjög tengt stöðuðinn á vinnumarkaði sem að sjálfsögðu þá gerir það að verkum að karlar koma betur út í slíku samfélagi. Á Íslandi og í sósíaldemókratískum löndum hefur það ekki verið þannig og náttúrulega eins og ég sagði hér áðan þá sjáum við í þessum löndum að það hefur verið langmest gert til að leiðrétta þann ójöfnuð sem á sér stað kannski á náttúrulegan hátt innan markaðarins og hér alveg sama í rauninni hvaða ójöfnuð við erum að tala það náttúrulega varðandi stétt en kannski að sumu leyti og við vitum það náttúrulega hér á Íslandi að mjög mikið af umræðunni þann kynjaójöfnuð sem á sér stað bara í samfélaginu öllu og innan markaðarinsins. Þannig að við getum náttúrulega hugsað þetta sem stefnumótun og við sjáum náttúrulega hér til dæmis að þú getur verið með hluti eins og núna til dæmis erum við komið kynjuð fjárlög, að það verður að taka tillit til þess. Við erum með til dæmis reglur að 40% af þeim sem í stjórnum fyrirtækja eiga að vera konur. En náttúrulega það sem við veltum fyrir okkur hér og skiptir máli að það ekkert náttúrulegt við það að kallar hafi meiri völd í samfélaginu heldur en konur, en það heldur ekkert náttúrulegt við það að við gerum eitthvað til að leiðrétta þann mismun og við vitum að í sumum samfélagum mjög lítið gert til að leiðrétta þetta og jafnvel kannski hugsað að þetta sé bara svona því að konur vilji nú bara frekar vera heima hjá börnunum eða konur vilji ekki taka á þessar ábyrgðar stöður því að þær hafa bara áhuga á öðrum hlutum. Og svo náttúrulega líka sem skiptir máli hér hið menningarlega andrúmsloft og þar náttúrulega bara sjáum við kannski og til dæmis bara velti fyrir mér þá ekki rauninni til dæmis fyrir nýlega sem að ég hugsaði í rauninni hvað það hafði skipt mig miklu máli og ég var 6 ára þegar Vigdís Finnbogadóttir var kosin og ég hafði rauninni aldrei fyrir núna kannski umræðu varðandi Hillary og fólk að tala að nú ertu komið litla stelpur sem sjá geta orðið forseti. Þannig að þá allt í einu kom hjá mér, já, ég alltaf ólst upp í þeim veruleika að ég gæti alveg orðið forseti þegar ég stór ef ég vildi og hluti af því náttúrulega var að sjá einhvern af mínu kynferði þegar ég var mjög lítil vera í þeirri stöðu og náttúrulega bara svona almennt hvað konur og kallar geta gert, hvað hlutverkum þau að vera í og við sjáum að hér mjög mikill munur á milli samfélaga. En svo það náttúrulega oft þannig með rannsóknir að við náttúrulega erum alltaf að vona að við finnum sterk sambönd og heimurinn sé raunverulega eins og við höldum að hann sé út frá kenningum. En hér hafa rannsóknir sýnt fram á blendnar
niðurstöður. Því að ef við hugsum hvar ættu til dæmis konur að hafa besta heilsu, hvar ætti að vera minnstur ójöfnuður í heilsu, það er augljóst. Það á að vera Norðurlöndunum. En svo gerum við rannsóknir. Og þá sýnum við í sumum tilfellum að það sé ekkert endilega þannig og til dæmis hér hafa rannsóknir sýnt að það er vissulega þannig að það er minni ójöfnuður milli karla og kvenna varðandi heilsu í sósíaldemókratískum löndum heldur en til dæmis í frjálslyndum velferðarkerfum eins og Bandaríkjunum, Kanada og Ástralíu. En það eru sum lönd og sérstaklega í Suður-Evrópu, til dæmis hér í þessari rannsókn var skoðuð Spánn og Ítalía, það er minni ójöfnuður á milli kynjanna á Spáni og Ítalíu heldur en Svíþjóð og Noregi. Þannig að þetta er ekki kannski heimurinn eins augljós og við myndum viljan væri út af kenningum, en það náttúrulega gerir að verkum að við þurfum að skoða þetta betur, skoða ólíkar heilbrigðisútkomur og skoða hvaða er virkilega sem hefur áhrif á heilsu bæði karla og kvenna og þá sérstaklega hvað hefur áhrif á hversu stór ójöfnuðurinn er á milli karla og kvenna. Og síðan hér kannski svona næsta og síðasta kenningalega innleggið sem við veltum fyrir okkur hér er frá kenningum sem sagt val og oft er það náttúrulega þannig með heilsu og kannski það sem að félagsfræðingar gagnrýna oft að við erum að tala um að við höfum val í samfélaginu. Þannig að ég til dæmis bara sem einstaklingur get valið að hreyfa mig og ég vel að reykja eða reykja ekki og ég vel hversu mikið ég drekka eða drekka ekki. En það sem við náttúrulega vitum er að þetta tengist ójöfnuð og þetta tengist hvar við erum í samfélaginu, bæði þessi kenning og eins þessum grundvallar orsakirnar. Í raunin er að segja að við getum hugsað að auðvitað hafa allir einstaklingar val, en hversu auðvelt eða erfitt það er fyrir okkur að taka ákveðnar ákvarðanir er mótað af stéttarstöðu okkar, af kynþætti okkar, af kyni okkar. Þannig að hér þá veltum við fyrir okkur þegar við erum að taka þessar ákvarðanir hversu auðveldar eða erfiðar eru þær fyrir konur og kalla og hér náttúrulega getur samfélagið gert heilmikið að hvernig samfélagi við búum í hefur áhrif á þessar ákvarðanir. Við til dæmis hér á Íslandi getum talist það heppin, myndi ég segja, að óháð því hver þú ert, þá er tiltölulega öruggt að fara út og labba eða hlaupa í hvaða hverfi sem er í Reykjavík. En ef við til dæmis hugsaðum þetta í Bandaríkjunum, þá gætur til dæmis búið í hverfi þar sem að þó að þú vildir fara og hlaupa í garðinu sem er nálægast þér, þá einfaldlega er það ekki öruggt fyrir þig. Þannig að þess þar að leiðandi myndirðu ekki gera það. En svo til að komast hér aðeins inn í hvað það er sem ég ætla síðan að skoða hér í dag og segja ykkur frá, eru sem sagt að rannsóknarspurningarnar sem ég spyr hér, er þá annars vegar fyrst hvort það sé mismunur á milli samfélag og heilsu, karla og kvenna og þá náttúrulega bæði að skoða hvort að það sé bara munurinn á heilsunni en það sem ég hef sérstaklega áhuga á hér er ójöfnuðurinn og síðan að velta fyrir okkur hvernig stefnumótun og mögulegar menningarlega væntingar hafa áhrif á möguleika og heilsu karla og kvenna. Þannig að hér náttúrulega komum við aftur í tenginguna sem ég var að tala áðan með kynjuð samfélag. Þannig að spurningin í rauninni hér verður svo, er það hvernig við höfum skipulagt okkar samfélag í gegnum áranna rás, hefur það áhrif á heilsu karla og kvenna og hefur það sérstaklega áhrif á ójöfnuð í heilsu á milli karla og kvenna. Gögnin sem ég ætla að nota koma frá rannsókn sem heitir International Social Survey Program sem er ein af betri alþjóðlegum könnunum sem eru gerðar og þetta er sem sagt mjög margir, flestir sem koma að þessari könnun eru félagsfræðingar eða stjórnmálafræðingar og það sem náttúrulega skiptir máli hér þegar þú hugsa svona alþjóðleg gögn er að þetta eru fræðimenn það eru rúmlega 40 sem að núna taka þátt og þetta eru semst fræðimenn í þessum og sérfræðingar í spurningalistakönnunum sem vinna saman að því að gera sem sagt lista sem hægt er að bera saman og hér er þá sérstaklega verið að hugsa að þeir séu sambærilegir varðandi kenningar, spurningar og aðferðafræði. Hér sjáum við löndin sem að voru þáttakendur 2015 og það sem við náttúrulega sjáum hér að við erum með lönd í hverju heimsálfu en eins og náttúrulega við sjáum kannski alltaf og kemur náttúrulega ljóst fram hér og við erum að tala ójöfnuð þá náttúrulega sjáum við að það eru fleiri lönd í ákveðnum heimsálfum heldur en öðrum
og það þarf sennilega ekki að hugsa mikið af hverju við erum með fleiri lönd til dæmis í Norður-Ameríku og Evrópu. Við erum náttúrulega einfaldlega með meira fjármagn og meiri möguleika á að taka þátt í spurningakönnunum og afla fjár fyrir slíkt. Ísland hefur verið þátttakandi í þessari könnun síðan 2009 og þá sem sagt söfnuðu fyrst gögnum félagslegan ójöfnuð og þá voru ég og Jón Gunnar sem hér sem að söfnuðum þeim gögnum í samstarfi við Félagsvísindastofnun og við höfum tekið þátt á hverju ári síðan 2009 fyrir utan eitt ár sem að ég ætla að reyna að fara ekki að gráta hér af því að það var ári sem við tókum ekki þátt sem var 2011 þegar var sérstök áhersla á heilsu. Það eru gögnin sem ég ætla að nota hér í dag, þannig að það var eina árið sem okkur tókst ekki að fá fjármagn til að leggja fyrir könnunina og ég græt stundum ennþá yfir þessu svona þegar ég er að fara að sofa. En spurningarlistin hér var sem sagt 2011, þá var áhersla á heilsu og þá er spurt ýmiss konar spurningar. Það er spurt viðhorf til heilbrigðiskerfisins, viðhorf til læknastéttarinnar, viðhorf til óhefðbundinna lækninga. Og það sem að skipti máli hér fyrir mig í dag eru náttúrulega mat fólks á ýmsum útkomum varðandi þeirra eigin heilsufar og það sem er líka sérlega gott við þessa rannsókn með kannski það sem við höfðum áður sem að var í alþjóðlegum samanburði að það eru líka spurningar lífsstíl þannig að það er hægt að stjórna fyrir því þegar maður er að skoða þetta. Og hér tóku 32 lönd þátt og ég ætla að sýna ykkur niðurstöðurnar fyrir þessi 32 lönd. Þá hér erum við með háðu breyturnar og það er sem sagt það sem við ætlum að útskýra og hér sjáum við sem sagt allt það sem er hægt að skoða varðandi heilsu og við erum sem sagt í rauninni að skoða alla þessa útkomur sem er mjög mikilvægt því ég held að það sé líka eitthvað sem er að gerast varðandi rannsóknir almennt og alþjóðlega rannsóknir sérstaklega er að eins og þegar ég var að segja við ykkur áðan að við erum að sjá blendnar niðurstöður en í rauninni þegar við getum farið að skoða erum við að sjá sömu mynstrin til dæmis varðandi erfiðleika við vinnu og við að vera með verki erum við að sjá það koma út á svipaðan hátt eða mismunandi hátt fyrir að hjálpa okkur að kannski skilja betur hvað er það sem hefur áhrif á heilsu í okkar tilfelli hér í dag, karla og kvenna á milli samfélaga. En spurningin sem ég ætla að sýna ykkur niðurstöður fyrir í dag er sem sagt þessi fyrsta hér að þegar er spurt fólk hvort að það hafi verið óhamingjusamt eða þunglynd og þar var sem sagt svarmöguleikarnir aldrei, sjaldan, stundum, oft og mjög oft. En aðrar spurningar sem að við erum að greina og í mörgum tilfellum erum að sjá svipuð mynstur og ég sýni ykkur hér í dag. En hinar spurningarnar eru eigið mat á heilsu, hversu hamingjusamur þú erfiðleikar við vinnu eða heimilisstörf út af heilsu, verkir, missa trú á sjálfum sér og að komast ekki yfir vandamál sín. Þannig að þetta er það sem við tölum sem háðabreytu sem er í rauninni það sem við ætlum þá að útskýra. Þannig að það sem ég ætla að sýna ykkur hér eftir er að reyna að útskýra hvort að þessi munur sérstaklega á milli karla og kvenna eða varðandi hvers konar samfélögum við búum í, varðandi hvort að ákveðin einstaklingur sé líklegri til dæmis að segja að þeir séu mjög oft óhamingjusamir eða þunglyndir eða aldrei. Það sem við ætlum að nota til að skilgreina þetta er annars vegar þá hvernig samfélagið er og þá náttúrulega sérstaklega hér með áherslu á hversu kynjað samfélagið er. Þannig að þetta eru mjög lélegar þýðingar held ég hjá mér en ég vildi samt hafa þær á íslensku. Við erum semst fyrsta lagi með skjala þróun í kynjamálum og þetta er safnað af held ég World Health Organization og talað sem World Development Index og svo með skala styrki kynjamálum sem er Gender Empowerment. Og þar sem við erum með þróunina þá erum við með meira svona þætti sem í rauninni komast að því hvers konar líf karlar og konur geta átt innan samfélaga. Þannig að hér er til dæmis talað hluti eins og lífslíkur, það er talað menntun, en empowerment í rauninni kannski virkar frekar til þess hversu miklar eða sterkar rödd karlar og konur geta haft í samfélögum. Þannig að hér værum við til dæmis með hluti eins og þátttöku í stjórnmálum, hversu margar konur eru á þingi, hversu margar konur eru ráðherrar þátttöku í atvinnulífinu. Þannig að við getum svona sumuleyti kannski hugsað þetta sem annars vegar það bara hver eru svona kannski bara almenni möguleika karlar og kvenna og hvernig þau líða og síðan sem sagt hitt fyrir svona kannski að sumuleyti lengra varðandi að vera
þannig að þú virkilega hafir eitthvað það að segja hvers konar samfélagi við búum í. Og sjálfsagt náttúrulega eins og við vitum flest þá kemur það náttúrulega ekki óvart að Ísland mjög hátt á báðum þessum skölum. Síðan skoða ég hér útgjöld sem tengjast fjölskyldumálum, þannig að það þá í rauninni bara hversu mikið við erum að eyða á hlutu eins og fæðingarorlof, barnabætur, stuðning til barna, stuðning til fjölskyldna og hér taka ég líka inn til dæmis hvernig leikskólar eru, hvernig skólar eru, hvernig það veitt. Og svo það sem kemur þá síðast inn sem ég var að tala hér áðan sem menningin, sem þá viðhorf til kynjanna og þá sérstaklega hvort það sé þannig til dæmis eins og hefur náttúrulega oft verið að við lítum fyrst og fremst á það þannig kannski að konur eiga að vera inn á heimilunum, kallar eiga að sjá fyrir fjölskyldunni eða hvort að við kannski sjáum bara að karlar og konur eiga að geta gert það sem að þau vilja, eiga að hafa þá möguleika í samfélaginu sem að þau vilja óháð kyni. Óháðar breytur sem eru þá fyrir einstaklingin að hér ég að skoða þá félagslega stöðu, þar sem aldur, kyn, menntun, staða á vinnumarkaði og hjúskaparstaða og síðan að skoða líka lífsstílinn, reykingar, áfengisneyslu, hreyfingu og neyslu, ávaxta og grænmetis. Og greiningin sem að ég nota hér, þið eru búin að sjá hvernig ég að tala sem sagt annars vegar hvers konar samfélagi við erum í, hins vegar hver einkenni okkar sem einstaklings. Ég get örugglega fengið hér á eftir frá einhverjum hvernig ég á að þýða sem sagt það sem heitir hér hierarchical linear modeling eða multilevel modeling en ég hafði ekki hugmynd það þannig ég ákvað að gera módel á 2 sviðum en í rauninni það sem við erum að tala hér að við erum að skoða heilsu einstaklinga og við erum að skoða hvernig heilsa mín sem einstakling verður fyrir áhrifum bæði varðandi mína stöðu í samfélaginu, varðandi kynmi, menntun mína og stöðu en líka hvaða áhrif það hefur til dæmis á mig að búa á Íslandi og í þeim velferðarkerfi sem á Íslandi miðað við til dæmis í Bandaríkjunum eða Þýskalandi eða hvaða öðru landi sem Ef við skoðum hér fyrst bara hversu þunglyndar konur eru, þá náttúrulega fyrsta sem við sjáum hér sem sagt, og þetta eru sem sagt prósenta þeirra sem sagði oft eða mjög oft, þannig að við sjáum fyrst hér að það verulegur munur á milli samfélaga varðandi þunglyndi. Kvenna við erum með að hæðst í Tyrklandi sem rúmlega 55% og lægst í Sviss innan við 20%, en svo náttúrulega líka sjáum við að það kannski ákveðnir hlutir hér sem eru eins og við myndum búast við, til dæmis kannski Tyrkland, Portugal og Síle og Ítalía, en svo erum við Svíþjóð, númer 5. Þannig að við sjáum alltaf í svona að heimurinn kannski ekki alveg nákvæmlega eins og maður myndi búast við út frá því sem út frá þeim kenningum og hvað við vitum samfélagin. En hér í rauninni sjáum við það verulegur munur á hversu mikið þunglyndi konur segjast hafa á milli þessara samfélaga. En það í rauninni kannski ekki það sem við höfum mestan áhuga á hér í dag. Við höfum mestan áhuga á því hversu mikill ójafnaðurinn á milli karla og kvenna og þar sjáum við sem sagt þessa mynd hér koma og þar sjáum við aftur allverulega mun á milli samfélaga. Við sjáum að munurinn mestur í Portugal þar sem að konur eru sem sagt 25,3% líklegri, eða 25% munurinn á sem sagt tölunum sem vorum áðan sem að var hér fyrir Portugal 53,5%. Þannig að við getum dregið 25% af því þegar kemur að hversu mikið þunglyndi kallar segjast vera. Og það sem við náttúrulega sjáum hér líka, og þetta í samræmi við niðurstöðu sem við vitum frá öðrum rannsóknum, að í öllum samfélögum nema 3, og það eru ljósu línurnar hér, Japan, Filippseyjar og Austurríki, en við sjáum það að í öllum þessum samfélögum, þó að þessi munur á milli þeirra, þá eru konur marktækt líklegri til að segjast upplifa þunglyndi oft eða mjög oft heldur en kallar. Og þá náttúrulega komum við að því sem að við kannski höfum meiri áhuga á að hvernig getum við skýrt þennan ójöfnuð og þá sérstaklega hvort það sé eitthvað við hversu kynjuð okkar samfélög eru sem hefur áhrif á þennan ójöfnuð. Við byrjum á almennu mynstrunum og það sem alltaf mjög gott í svona þegar við mötum á 2 sviðum að það sem við vitum frá rannsóknum á okkar einstaklings
að einstaklingssamfélögunum svipað og hefur verið sýnt fram í fyrir rannsóknum og við sjáum það hér. Við sjáum að konur og þeir sem eru eldri hafa verri heilsu. Við sjáum að menntaðir hafi betri heilsu. Þetta eru niðurstöður sem við finnum mjög oft og mikið á milli samfélaga. Og svo sjáum við að lífsstíll skiptir máli. Þeir sem reykja hafa verri heilsu. Og það sem kannski gladdi með að þeir sem drekka hafa betri heilsu, og getum velt fyrir okkur af hverju það en síðan náttúrulega hreyfa sig og neyta ávaxta og grænmetis sem náttúrulega mjög mikið það sem við myndum búast við. En það sem við höfum sérstaklega áhuga á hér kynja ójöfnuðurinn og ég bara svona hér að segja ykkur helstu niðurstöður. Ef einhver hefur áhuga á töflunum og að fá svona einhverjar tölur þá bara hafið þið samband við mig og ég get sent þær til ykkar. En þegar við skoðum hér fyrst kynja hversu þunglyndar í rauninni konur eru sem var fyrsta myndin, þá sjáum við að stærri samfélagslegi þættir hafi í rauninni ekki áhrif á þar, en þeir hafa áhrif á hversu mikill ójöfnuður á milli karla og kvenna varðandi þunglyndi og hér sjáum við að af þeim 4 hlutum sem ég var til að mæla kynja í samfélög, þá eru 3 þeirra sem að hafa áhrif og við sjáum hér að það skalinn þróun í kynjamálum, styrki kynjamálum og frjálslynd viðhorf til kvenna og það sem ég sérstaklega fann hér var að munurinn var minni varðandi þunglyndi á milli karla og kvenna í samfélögum þar sem að staða karla og kvenna var jafnari, þannig að því hærri sem að þú varst á báðum þessum skölum því minni munur var á milli karla og kvenna varðandi þunglyndi og svo var það líka þannig að vera í frjálslyndari samfélögum varðandi hlutverk karla og kvenna í samfélaginu minnkaði líka ójöfnuðinn. Þannig að við sjáum það hér kannski hvernig okkur líður maður skoðar það bara, virðist ekki vera undir áhrifum frá þessum eiginleikum en hversu mikill ójöfnuðurinn á milli karla og kvenna, þar sjáum við marktæk áhrif. Og svo til að klára hér, þá sjáum við náttúrulega, og þetta mjög mikið í rauninni rannsóknir sem ég að byrja með, þannig að það margt sem að svona á ennþá eftir að skoða og sjá hvernig kemur út, en við náttúrulega vitum það að kynja misréttir hluti af stærra mynstri í samfélögum og við sjáum að stefnumótun hefur áhrif á konur og karla, bæði á vinnumarkaði og innan heimilisins. En kannski þetta aðeins flóknara heldur við myndum oft gera ráð fyrir út frá kenningum velferðaríkið og náttúrulega hér þar sem ég held að sé sérstaklega mikilvægt að byrja að skoða bæði ójöfnuðurinn og útkomurnar en líka velta virkilega fyrir sér hvers konar líf karlar og konur geta átt innan samfélaga, hvaða möguleika þau eiga, hvaða væntingar eru gerðar til þeirra og hvernig það hefur þá áhrif á heilsu almennings, heilsu fólks og sérstaklega ójöfnuðar í heilsu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Sigrún. Skulum taka spurningar, ég held að við höfum alveg 15 mínútur. Viltu taka margar í einu eða? Ég vil eiginlega frekar bara einu og svara. Ég vil taka á minni. Kannski nefna bara nafn áður en þið byrja spurningana, ekki svör. Já. Ég svolítið að spá í þetta með hvernig hann lítur. Þunglyndar og ég held að menningin í landinu getur líka haft áhrif á það hvernig það lítur þannig að hvernig skilgreind í þetta. Ég hugsa að ég verið mikið í Noregi og það mjög viðurkennt að þunglindur. Og ég man eftir sjónvarpsþætti þar sem maður verið að tala Norðmenn hefur verið kosin hamingjusamasta þjóð í heimi. Sjónvarpsþátturinn fjallaði meira en einum það að þeir mættu nú samt fá áfram að vera þunglindir. Þannig að það mjög viðurkennt. Á Íslandi hefur verið meira viðurkennt að vera svo stressuð, Og Norðmenn nota alveg sérstakt orð yfir þess að ég svo deppa. Þannig að ég veit ekki hvað ykkur er að tala með þunglyndi en þá verður það að ræða klínísk þunglyndi eða bara að maður ekki alveg hvað. Þannig ég held að þetta sé svolítið menningarlega skilgreint og svo því að það margir hreitt í mér það sem ég líka pæli, það þetta með kallaveldið eða feðraveldið og eins og við sjáum að konur efnast alveg rosalega. Við sjáum bara þinginu núna
Við sjáum það innan háskóla, konur á öllu vaktaðar í menntun og við sjáum líka ungir karlmenn eiga í verulegum vandamálum. Og við vitum það að stór hluti af skilnaðum út frá frumkvæðisræði. Þannig að ég held að þetta samfélag í gífurlegri þróun og breytingu og það sem ég hugsa líka í sambandi við lífseflingu, þá verðum við bara að hugsa þetta út frá fjölskyldu og hvernig nálgumst við fjölskylduna. Það náttúrulega gegnum lífsgæslu og það náttúrulega ósagt að heilsugæslan skuli í dag ekki bjóða upp á öfluga þjónustu fyrir fjölskyldur. Sérstaklega fjölskyldur sem byrja að verða til, eignast börn og allt þetta Já. Svo þetta svona það sem kveikti svolítið mikið í mér. Já, ég held að sé náttúrulega ýmsar hluti sem við kemur inn á og ég er algjörlega sammála að það menningarlegur munur á hvernig við skiljum og skilgreinum hvernig okkur líður og í til dæmis ég hef búið í Bandaríkjunum, Íslandi og Þýskalandi og maður sér mikinn mun þar á milli og að sumuleyti þá Bandaríkjumennir þeir þú alltaf að hamingjusamir og svona Íslandi svolítið eins og þeir og svo Þýskalandi þá okkur öllum að ég óskar líta alltaf og vera að velta fyrir hversu erfiður heimurinn Og það leiðir til að sem sagt skoða þetta og hefur verið sem sagt rannsóknir sem skoða þú getur leiðir þetta einhverju leyti fyrir þetta í þeim tölfræðilegu greiningum sem þú ert að gera. En ég held líka að það náttúrulega auki mikilvægi þess eins og ég sýndi ykkur hér að vera með 6 eða 7 ólíkar útkomur og sjá hvernig þær sem sagt kannski eru svipaðar með samfélaga eða ólíkar. Og það það sem að ég held að segja mikilvægast við sem sagt rannsóknir að við séum bæði með sem sagt kannski þessar svona meira subjektív útkomur en líka þú veist að við erum með mun til dæmis á lífslíkum og við erum að skoða mun á til dæmis líklega að hversu margir deyr á ákveðnum sjúkdómum eða leita til læknis á ákveðnum sjúkdómum. Þannig ég held að það að hluta til getur hjálpa við þetta en það alltaf þannig og það alltaf flækir það að vera fjölþjóðlega samanburð. Það alltaf líka þannig að þó við lifum í sama samfélagi, okkur getur við nákvæmlega eins. Ef það væri hægt að skoða bara hvernig mér líður og þér líður, getur líðanlega hlutlægt fyrir nákvæmlega eins. En ég myndi kannski segja verið mjög oft þunglynd og þú myndi segja sjaldan. Þannig að það náttúrulega alltaf bara með einstaklingu og öllum könnunum. Og ég held að sé náttúrulega líka sem kemur inn á mjög mikilvægt og kannski stundum erfitt í svona rannsóknum að því held náttúrulega oft frá þegar maður að skoða út frá kvennafræði eða út frá svona kynjuðu samfélögum, þá það í mjög mörgum tilfellum sem hallar á konur og rosalega mörgum sviðum. En við náttúrulega líka vitum og höfum vitað mjög lengi að hvernig líður mjög illa. Og ef við skoðum til dæmis hluti eins og bara sjálfsvíg, við skoðum eins áfengisneyslu og ýmisleg félagsleg vandamál, að það náttúrulega miklu algengara á meðal karla. Þannig að ég held að það sé náttúrulega líka og kannski það sem að maður svona reyna að gera ekki kannski endilega vera með að það sé bara vont fyrir konur ef við séum með svona samfélög heldur að það sé vont fyrir alla. Og við erum að sjá það eins og til dæmis á Íslandi varðandi mjög mikið af þessum útkomum, þá koma konur og karlar bæði mjög vel út og karlar til dæmis nema það hafa breyst mjög nýlega íslenskir karlar með hæstu lífsleikur í heiminum. Íslenskar konur ekki, þær eru háar en ekki sem hæstar. Þannig að þá hef ég alltaf það til að segja að það er bara gott fyrir alla, gott útkomum fyrir allra að sé svona mikið jafnrétti. En ekki líka bara tekið eftir þessu á Íslandi að þessum þarfum hefur áhuga á konur og karla. Nú var komin á Noregi, það svona þú mátt vera hugleitur. En í Íslandi það svolítið sem við þarfum þú mátt það ekki. Það svolítið tabú ef þið líður illa. Það alveg einingi, Íslandingar svo duglegir. Þegar við alls staðar í öllu, erum við svona miklu menntun, eiga líka börn og eiga líka fyrirtæki og með lífstílsblogg og í vektinni og allt þetta. Við svo duglega bæði kynin. Bara bæði og svo örugglega hefur þetta áhrif þá á heilsu foreldra og barna já. Ef við dreifum frá með þetta. Svona þessi duglegi Íslendingur svo þetta allir svo stressaðir stressa samfélag sem að finna sér og bílum 3 milljón og já, það svona þannig. Já, ég held að sé náttúrulega svolítið þessi svona menning hér
og þannig að á mörgum Norðurlöndum kannski meira talað eins og þunglyndi, maður til dæmis þar og skoða rannsóknir, þeir eru rosalega mikið í til dæmis burnout og svona ótt í rauninu við það að saman verði kannski of erfitt og einhvern veginn ég veit ekki aftur, ég man ekki aftur að koma upp en ég var að tala um einhverja ameríska vini mína, þeir eru aldrei heyrt þetta hugtak og svo fyrir ég útskýra hvað burnout væri og þeir eru bara, hvað? En þeir eru náttúrulega vanir að vinna miklu meira að fá 2 vikur í sumarfrí. En ég held að sé náttúrulega þessi ímynd á Íslandi að við eigum öll að ná rosalega miklu árangri. Ég samt held að það hafi breyst verulega hvað við megum tala um hvernig okkur líður og ég held að umræðan sé núna miklu meiri þannig að fólki líður illa í samfélaginu. Ég held að sem að gera hluti til þess að kannski færa það meira þangað og kannski mikil umræða til þess að börnum og unglingum líður. Þannig að svo náttúrulega líka vill kannski ekki færa þannig að við séum bara öll svo þunglynd og allt sé svo erfitt alltaf. En ég held að það sé afskaplega mikilvægt að það sé hægt að tala hvernig líður, hvað gengur vel, hvað gengur illa. Það ég var svona, ég var svona ávísinu að það var ekki að fókusin sé á því sem annars og sé á munið á þunglyndi annars var það hægt að sögja. Þá eins og nú minnst á þá var það orðið á svona hlutlæg vandamál og sjálfsmyndstöðu þá er það svona menni og áfengisvandamál, áfengi og fókjans allt þetta er átíð kalla á það. Síðan svo er þessu hugarmækina. Þess að fólk það sem að spyrja fólk hvernig það hugsa tónlist, hvernig það hugsa óhans. Það var svona spáðar hvað þú segir við áhyggjum mínum á að horfa á það, að við séum að horfa á munum og því hvernig kalla og hugsa þunglyndi og kannski ræða sín og vitna þunglyndi, frekar en við séum að horfa á raunverulega áhyggjum og mun á þunglyndi. Já, sko hluti af því náttúrulega kemur og það eru rannsóknir sem hafa verið gerðar á þessu sérstaklega að eitt til dæmis náttúrulega sem var til dæmis sýnt fram á upphaflega var að konur vættu við meiri geðræn vandamál stríða heldur en karlar. En þá var farið að skoða í rauninni að við vorum að skoða til dæmis þunglyndi og kvíða. Og þá var bætt við og farið að skoða til dæmis eins og reiði og áfengissýki og slíkt. Og það náttúrulega svolítið við að við sjáum mun á kynjunum varðandi að konur eru í rauninni líklegri til að internaliza alls konar vandamál og þá náttúrulega líklegri til að þjást af þunglyndi og kvíða karlar eru líklegri til að externaliza á einhvern hátt. Þannig að við náttúrulega vitum þetta og það er náttúrulega bara kannski, þú veist, sem ég myndi segja sem kannski ekki fullnægjandi svar en náttúrulega hluti þess að það er bara mikilvægt að vera að skoða alls konar og mikið af þessum útkomum og náttúrulega við erum til dæmis hér gæti skoða til dæmis áfengisneyslu og sjá hvort það myndu sjá mun þar á en vandamál þar náttúrulega kannski að þeir eru að svara hversu mikið eitur en það þarf ekki endilega að vera vandamál í lífinu. Við erum samt með rannsóknir líka sem að sýna okkur því að þetta hefur náttúrulega oft verið sem sagt talað þetta að hvort það sé bara þannig að konur sé í rauninni ekkert þunglyndari þær bara tala mér það og játa það frekar. Og það eru rannsóknir sem hafa sýnt að munurinn raunverulegur. Þannig að það er kannski hlutaði sem að getur sagt að það getur verið eitthvað varðandi hvernig við tjáum okkur en munurinn raunverulegur þannig að við rauninni getum sagt að konur eru almennt þunglindari heldur en karlar. En ég held náttúrulega líka sem að kemur inn á þessum þáttum að það er mjög mikilvægt að velta þeim fyrir sig líka að við erum náttúrulega að sjá, myndin miklu flóknari en svo að það sé bara alltaf þannig að hlutinni komi út fyrir konur og karlar eru bara kúaðar stöðugt. Þannig að ég held að þetta sé náttúrulega, og veit að þetta er miklu flóknari en það. Já, það er ekki tónsett ég, það er fyrir lefinda fylgjustu, ég var svona spurðið eða svona tvenn og það fyrir eftir hvort heldur að konur séu jafnari innbyrðis heldur að karlar og svo er hitt atriðið sem segja að það er raunverulega staðað svo að karlar eru veikari en konur nota upplýsvörðum yngara. Það er eins og sýndu það konkrétt og það sé genir að það er bara það eru lengur og vinnbúndar veikir en karlar það fljótar allir vinna og mæta veikir og ættu kannski að vera lengur heima í ekki getur það og það heilsuleysi verið að orsakast af því að það veikir ekki en ég held að það sé sem að karlar eru veikir og konur eru og það veist alltaf meira
karlmenn innbyrðis heldur kallar. Kallar er miklu meira keisur í báðaframfyrir. Já, ég held að það sé alveg rétt að við náttúrulega vitum bara að við skoðar, menn við tökum bara laun og sérstaklega varðum laun. Ég hugsa náttúrulega núna kannski til þess að varðum menntun eru náttúrulega bara að sjá mörgum samfélögum og konur eru líklega til þess að varðum háskólapróf heldur en kallar. Þannig að varðandi það, en ég varðandi stéttastöðu og sérstaklega laun þá myndi ég búast við að vera meiri dreifð á köllunum. Oft til dæmis í samfélögum og kallar eru líklega til að vera fátækt í sumum samfélögum. Og svo þeir náttúrulega líka til að hafa miklu hærri laun. Ég held að það er náttúrulega líka svona auki mikilvægi þess að það eru kenningar til dæmis núna mikið sem við tala svona intersectionality. Þannig að þetta var svolítið þannig kannski að við vildum sumir voru að vilja kannski skilja mun varðandi kynþátt, aðrir varðandi kyn, aðrir varðandi stétt og núna meira og meira talað að við rauninni getum ekki tekið þetta í sundur í einhverjum svona fínum tölfræði. Módulum þetta verður virkilega að skilja hvernig öll þau einkenni, hvernig kyn okkar, stétt, staða, kynþáttur, kynhneigð hefur áhrif á heilsu okkar og útkomur. Síðan varðandi hina spurninguna sem ég held náttúrulega að sé flókin og það er algjörlega rétt að svo hvort kallar séu veikar eða ekki er kannski ekki alveg hægt að segja þannig en ég held að þetta er alveg rétt hjá þér að náttúrulega sem hefur verið talað er að þeir eru líklegri til að þjást af ákveðnum alvarlegum sjúkdómum og þeir eru líklegri til að fara seinna til læknis heldur en konur og þeir náttúrulega eru með styttri lífslíkur. En það hefur líka verið sýnt fram á að þegar þú skoðar heilbrigði almennt og svona hvernig okkur líður þá eru konur sem sagt með stærri hluta af heilbrigðisvandamálum. Og það er til dæmis rannsóknir þar sem þetta hefur verið lýst við svona, nú er ég alltaf búin að gleyma hvað orðið eins og þeir sem eru á Icebergs, þeir sem eru á Víkursalóni, að sko 10% ég sé að þessi 10% eru vandamál karla sem við sjáum því að þeir fá alvarlega sjúkdóma og deyja fyrir, en konur eru með alls konar krónísk og geðræn vandamál sem verði þá stærri. Þannig að þú veist, ég held að það sé kannski aðeins þannig, en við náttúrulega líka vitum það með karla að þeir eru kannski líklegri til að leita sér ekki hjálpar. Og náttúrulega til dæmis eitt sem hefur verið sýnt er að það er mjög slæmt fyrir karla að skilja til dæmis varðandi heilbrigði þeirra og að fara til læknis. Því að það er náttúrulega oft þannig að það er kannski konan á heimilinu sem sér allt sem varðar heilsu allra hinna heimilismanna. Ég held að láta þetta bara vera síðustu spurningar, hún er 2 mínútur í 1. Já. Er eitthvað sem er með alveg brennandi spurningu? Nei. Og þakka ykkur bara kærlega fyrir komuna. Bara koma því að framfæra hérna. Næsti fyrirlestur þessum hittingum hérna hjá RIK verður 17. nóvember. En þá mun Aðalheiður Guðmundsdóttir, prófessor í íslenskum bókmenntum við Háskóla Íslands flytja 7. og síðasta fyrirlesturinn Nauðung eða næturgreiði stéttbundna misnotkun kvenna í afþreyingarbókmenntum miðalda. Takk.